Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðanna, sú nefnist páskar. Og æðstuprestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið Jesú af dögum, því að þeir voru hræddir við fólkið. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Ískariot og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstuprestana og varðforingjana það hvernig hann skyldi framselja þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðanna kom, slátra skyldi páskalambinu, sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við hann: hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: þegar þið komið inn í borgina, mætur ykkur maður sem ber vaskir. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: meistarinn spyr þig, hvar herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn búinn hægindum. Hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin, gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kalik, gerði þakkir og sagði: takið þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðina og sagði: þessi kaleikur hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. En sjá, hönd þess mig svíkur á borðinu hjá mér. Mannsonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin en vei þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það hver þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talinn mestur. En Jesús sagði við þá: konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og foringinn sem þjónn. Því hvort sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Það ekki sá sem situr til borðs? Samt ég meðaliðar eins og þjónninn. En það þér sem hafið staðið með mér í freistingum mínum, og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér. Að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda yður eins og hveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki,
og styrk þú trúsystkini þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann: Drottinn, ég er reiðubúinn að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti: Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú 3 hafa neitað því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá: Þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Þeir svöruðu: Nei, ekkert. Þá sagði hann við þá: En nú skal sá pingju hefur taka hana með sér, og eins sá mal hefur, og hinn sem ekkert á selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn, og nú að fullnast það sem mig ritað. En þeir sögðu: Drottinn, hér eru 2 sverð. Og hann sagði við þá: Það nóg. Síðan fór Jesús út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins, og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá: Biðjið að þið fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, féll á kné, baðst fyrir og sagði: Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kaleik frá mér. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrkti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar féllu á jörðina. Hann stóð upp frá bæn sinni, kom til lærisveinana og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá: Hví sofið þið? Rísið upp og biðjið að þið fallið ekki í freistni. Meðan Jesús var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fór einn hinna 12, Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann. Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þeir sem með honum voru sáu að hverju fór og sögðu: Drottinn, eigum við ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesús: Hér skal staðar nema, og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesús við æðstuprestana, varðforingja helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum: Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með ykkur í helgidóminum og þið lögðuð ekki hendur á mig. En þetta ykkar tími. Nú ræður máttur myrkrana. En þeir tóku Jesú höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstaprestsins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sátu við hann, og Pétur settist meðal þeirra. En þerna nokkur sá hann sitja í bjarmanum, hvessti á hann augun og sagði: Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði: Kona, ég þekki hann ekki.
Litlu síðar sá annar maður Pétur og sagði: Þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði: Nei, maður minn, það er ég ekki. Og að liðinni það bil einni stund fullyrti enn annar þetta og sagði: Víst var þessi líka með honum, enda Galílegumaður. Pétur mælti: Ekki skil ég hvað þú átt við, maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani. Og drottinn vék sér við og leit til Péturs. Þá minntist Pétur orða drottins hann mælti við hann: Áður en hani galar í dag, muntu 3 afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Þú ert spámaður, segðu hver sló þig. Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungaráðið saman, bæði æðstuprestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það. En Jesús sagði við þá: Þótt ég segi ykkur það, munuð þið ekki trúa, og ef ég spyr ykkur, svarið þið ekki. En upp frá þessu mun Mannssonurinn sitja til hægri handar almáttugum Guði. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þið segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfir heyrt það af munni hans.